Hermann Gmeiner stofnaði SOS barnaþorpin árið 1949 eftir síðari heimsstyrjöldina. Mörg börn mistu foreldra sína í stríðinu og bjuggu á barnaheimilum. Hermann fann til með börnunum. Þar voru mjög mörg börn og fáir fullorðnir sem pössuðu upp á þau. Börnin fengu því sjaldnast knús fyrir svefnin og engin fullorðin hafði tíma til að tala við þau eða hugga. Hermann hugsaði með sér, börn þurfa fjölskyldu. Þau þurfa einhvern sem getur verið mamma þeirra. Og svo getur þau búið saman sem fjölskylda, sem systkini. Þetta er góð hugmynd, hugsaði Hermann og stofnaði fyrsta SOS barnaþorpið í Austurríki. Í stað þess að það byggju 100 börn saman á einu barnaheimili, fengu börnin nýja fjölskyldu með nýrri mömmu sem þótti vænt þau. Fleirum fannst hugmyndin góð að búa til nýjar fjölskyldur fyrir börnin sem voru ein. Og fyrsta SOS barnaþorpið utan Evrópu var byggt í Suður-Kóreu árið 1963. Síðan voru byggð barnaþorp í Afríku og Suður-Ameríku. Í dag eru 572 SOS barnaþorp víðs vegar heiminn. Hermanni fannst það mikilvægast af öllu að öll börn skyldu fá að alast upp hjá öruggri fjölskyldu. Það besta fyrir börn er að alast upp í eigin fjölskyldu. Þess vegna vinna SOS barnaþorpin mikið við að hjálpa og styðja við fjölskyldur sem hafa það ekki nógu gott, svo þær geti haft það betra. Því þá geta foreldrarnir annast börnin sín. Sumar fjölskyldur eru mjög fátækar. Þær hafa kannski engan stað til að búa á og margir hafa ekki efni á að gefa börnum sínum mat eða senda þau í skóla. SOS barnaþorpin styðja við þessar fjölskyldur og hjálpa foreldrunum að fá sér vinnu til að þeir geti aflað fjár svo börnin geti fengið að borða og að ganga í skóla. Stundum þurfa fjölskyldurnar líka að fá smá aðstoð til að laga húsin sín. Það mikilvægasta er að fjölskyldan fái hjálp til að geta séð sig sjálf svo að börnin hafi það gott. Og þó að SOS barnaþorpin hjálpi mjög mörgum börnum með því að styðja við fjölskyldur þeirra, þá eru líka sum börn sem eiga enga fjölskyldu. Og sum eiga fjölskyldu sem getur ekki séð þau. Þess vegna geta börn sem eru ein fengið nýja fjölskyldu í SOS barnaþorpi. Því það mikilvægasta er að öll börn eigi örugga fjölskyldu. Hvernig hún lítur út skiptir ekki svo miklu máli.